og þar kynntist ég honum og svo bara urðu við par og fórum að búa saman og ég var ólétta Kristjóni þegar ég var 17 ára og hann er 18 ára eða verða 18 ára þegar ég eignast hann. Já. Og ég var voða skotin í pappans og ég vona hann hafi verið svolítið skotin í mér líka. Já, hann hlýtur að vera. Já. En allavega þá síðan Kristján búinn að vera bara, náttúrulega hann að verða 50. Já. Og það var yndislegt að ala hann upp og síðan þegar hann 5 ára þá ég komin í svo mikla neyslu og mikið neyslu samband að hann tekin frá mér og elst upp hjá pappa sínum og af og ömmu norður í vestur í Bolungavík. Já. Og þannig að hann kemur ekkert aftur til mín fyrir hann 16 ára og þá var hann byrjaður í neyslu sjálfur. Já. Og hann hefur sagt frá því opinberlega þannig að ég held að það sé ekkert leyndamál. Nei. En Þetta hefur verið svakalega átakanlegt. Já, það var mjög átakanlegt. Sko. Hann tekin 5 ára. Já. Hjá hverjum var hann þá? Var það bara einhver fósturfjölskylda? Nei, afa sínum og ömmu. Afa sínum og ömmu. Og hann flytur líka til pappa sín, sko. Þannig að Og það hefur verið, já, ég man eftir að hafa einhvern tímann heyrt eða lesið eitthvað þetta hjá honum. Já. Og hvað gerist þegar hann fer hjá þér? Það bara, ég hefði náttúrulega, já það varð allt miklu verra, sko. Í staðan fyrir ég hefði kannski átt að fara í meðferð á Vogi, en ég var bara svo reið út í mömmu og bassföðu minn og að ég sá bara rautt og sá ekki minn hlut í þessu, sko. Mér fannst þetta bara, ég var að lifa heilugu lífi og neyslan væri bara það sem maður ætti að stunda og allir sem reynda inn að gæsalappa stjórna því, sko, þeir voru bara á móti mér og þannig að ég veit minna konur þær fara í meðferð oft þegar að barnið teki af þeim, sko, en ég gerði það ekki fyrir svo löngu setna 1992, sko. Þannig að þá hvað ár fættist hann? Það 50? Já, hann fættur 1976, verður 50 ára á næsta ári, sko. Já.